Jæja, þá ætlum við að halda áfram með eldfræðina og við vorum búið með dæmi 2 síðast og við ætlum að klára kafla núna og byrjum inn á dæmi 7. Það segir að fallegast okkur gleymdi fallegsinni. Þetta áhugavert dæmi. Stekkur flugvél og lendur á jörðinni eftir hálfa mínútu. Ok, hann 30 sekúndur í loftinu. Við erum að muna breyta tímanum yfir í sekúndur. Það grunneining SI-kerfisins. Síðan spurti í hvað hæð var flugvélin og hver var hraði mannsins þegar hann lenti. Það gerir ráð fyrir engin lotningarstað. Ok, kíkjum þá aðeins á þetta. Þannig hvað vitum við? Við vitum að tíminn 30 sekúndur. Við vitum að það þyngdarhöfn jarðar. Og þetta mikilvægt. Þetta mínus 9,8. Og þetta mínus því við segjum að jákvæð stefna sé upp á við. Takna svona jákvæð stefna upp á við. Ok. Herðu, við vitum líka eitt. Að þegar hann stekkur út að þá upphafshraðinn 0. Hann ekkert að spyrna sig niður eða stökkva upp í loftið. Heldur bara upphafshraðinn 0 þegar hann fer af stað. Og síðan notum við þessa flottu jöfnu. Setjum hérna inn í þetta og þetta nú allt í heftinu en þetta niðurstaðan. Og það svolítið skrítið að við fáum út mínustölu. Þá fyrir maður að efast hvort það sé eitthvað rétt hjá manni. En ástæðan fyrir þetta mínustala svo að hann að detta niður. Og við erum að segja að jákvæð stefna upp. Þannig að ef hann að leiðinni niður þá hlýtur hann að vera að fara í -8. Þannig að hann fara í mínus 4400 metra sem þýðir að flugvélin var í 4400 metra hæð. Ok. Síðan ákvað hraða á maðurinn. Þá getum við notað þessina reglu að hraði hlutar það bara hver var byrjunarhraðinn og síðan bætist við að hann að auka hraðan og hann að auka hraðan í ákveðinn tíma. Þá bara setjum við hérna upphafshraðinn 0, A var mínus 9,8, T var 30 og þá fóðum mínus 294 metrar á sekundu. Og aftur þetta mínus af því að þú ert að detta niður, þú ert að fara í öfuga átt. Ok, herri, síðan kemur hérna dæmi 8, þá að nota GeoGebru. Þannig að kíkjum aðeins á þetta. Ok, bolta kastað upp. Mikilvægt. Bolta kastað upp við upphafshraðanum 10 metrar á sekundu. Teiknaðu línurit í GeoGebru sem sýnir hvernig hæð boltans breytist eftir því sem tíminn líður. Gerir ráð fyrir boltanum með kasta frá yfirborði jarðar. Ok. Sko, við erum með hæð boltans fengin út frá þessu hérna delta S. Delta S bara hversu langt fyrir hluturinn. Ok, og við getum sett þetta inn í eitthvað, sett hérna inn upphafshraðinn 10 og þegar við kastað upp þá þetta bara 10, ekki mínus 10. En A eða mínus 9,8 breytist þessi pluss hérna í mínus og þetta verður svona lítur þetta út. Þannig hérna sjáum við hvernig hæð boltans breytist með eitthvað tíma T. Ok. Nú ef við ætlum að setja þetta inn í GeoGebru þá getur maður ekki skrifa svona delta S. Þannig að í GeoGebru þá þurfum við að skrifa eitthvað eins og S af T. Þannig að S fyrir staðsetningin, T bara breyta sem við ætlum að nota, þá gerum við hann svona í svega. Þá gerum við 10 sinnum T mínus 4,9 sinnum T og síðan kemur þessi hattur og 2. Það er T öðru veldi.
Þannig að við myndum setja þetta inn í GeoGebru og þegar við gerum það inn í GeoGebru þá fáum við eitthvað svona. Þannig að hérna okkar hæð boltans og hérna tíminn. Og þá sér maður að boltinn byrjar á jörðinni og fer alltaf hærra og hærra og hærra nær einhver hámarki og sér fer hann og dettur aftur niður. Verkefni 2.19, kíkjum á þetta sjá. Þú kastar bolta beint upp í loftið á hraðanum 20. Miðum við að boltinn hefur lagt af stað frá yfirborði jarðar. Þetta bara alveg eins og sýnidæmið. Búið til gildistöflu sem sýnir hæð boltans og tíma frá honum að kastað þar til hann lendur. Ok, gildistaflan. Hún lítur bara svona út. Við erum með tíma, við erum með hæð. Og hérna 0. Og hérna þurfum við að reikna út delta S. Þannig að hérna kemur VAF 0 sinnum T pluss 0,5 sinnum A sinnum T öðru. Ok, hvernig lítur þessi hérna jafnægilega út? Það kannski verið óþarfi hjá mér að skrifa hann hérna, við kannski skrifa hann til hliðar. Hvernig reiknar maður hæð boltans? Það svona. VAF 0 og 20, hann 20 sem T. Þetta verður mínus 4,9 T öðru. Ok, þannig ég kannski hægt að sleppa sérna. Og setjum bara svona, hérna 0. Þannig hérna kemur 20 sinnum 0 mínus 4,9 sinnum 0 í öðru veldi. Og þetta mun bara gefa mér hæðina 0. Þegar tíminn 1 sekúnda, þá var þetta 20 sinnum 1 mínus 4,9 sinnum 1 í öðru veldi. Og það gefur mér eitthvað aðra tölu. Tíminn 2 sekundur, 20 sinnum 2 mínus 4,9 sinnum 2 í öðru veldi. Og svo framvegis. Ok, hversu lengi ég að gera þetta? Við erum að segja að það stendur hérna þar til hann lendur. Hvernig veit ég hvort að boltinn sé lendur eða ekki? Þegar ég fer að gera þessa gildistöflu. Jú, ég veit að ef þetta 0, þá boltinn yfirborð jarðar. Síðan þegar ég reikna hérna út þá fæ ég kannski, ég veit ekki, 7 eitthvað. Næst fæ ég kannski 16. Síðan næst fæ ég kannski 14. Og svo spyrir mér, hvað að gerast hérna? Boltinn hérna hæð 0, hérna boltinn hæð 7 metrar, boltinn hæð 16 og svona boltinn komin hæð 14. Og það þýðir hann byrjar að lækka flugið aftur. Hann byrjar að fara niður. Var hérna í 16 og fara niður í 14 núna. Þannig ef við erum komin hérna næst niður í kannski 5 og síðan kannski mínus 2, þá veit ég, ok, hann lendur hérna. Hérna mínus 2, hérna nefnilega komin hann þessi á jörðina. Þá get ég hægt hérna. Athugið, þessi hérna tölur hjá mér eru ekki réttar. Þessar tölur eru ekki réttar. Ég bara sýni ykkur hvernig maður veit hvort að boltinn sé lendur eða ekki. Hérna í B-lið, þá er að búið til línur til GeoGebru. Það nákvæmlega eins og við vorum að gera hérna í sýndæminu á undan. Þá er það bara 2 dæmi eftir. Ok, hérna erum við eitthvað Chelsea aðdánda sem kastar sjónvarpi sínu niður úr Hallgrímskirkjuturni með hraðanum 10 metrar á sekundu. Sjónvarpi lendir 3 sekundur á saklausum túrista frá London. Áhugavert. Og síðan bara spurt hver hröðun og upphafsræði sjónvarpsins. Ok, hröðunin alltaf svo sama. Þegar hlutir að detta niður í lóðrættarhreyfingu og hröðunin alltaf svo sama. A mínus 9,8 metrar á sekundu í öðru. Og upphafsræðin VAF 0 hérna. Hver hann? Það sagt að hann kasti sjónvarpinu með hraðanum 10 metrar á sekundu. En það er spurningin, hann að kasta því upp eða hann að kasta því niður? Hann kastaði því niður og við þurfum að muna að jákvæð stefna upp. Kastar því niður, það þýðir upphafsræðin mínus 10 metrar á sekundu. Ok, ég ætlum ekki að reikna allt dæmi fyrir ykkur. En í B-lið þá er að búið til gildistöflu. Þá erum við með tíman,
það á að sýna hraðan, nota bene, þetta er hraðinn. Þannig að þegar tíminn er 0, þá er upphafshraðinn -10. Ok, þegar kemur 1 sekúnda, hvað gerist við þessa tölu? Nú, það er hröðun, og hröðun þýðir bara það að hraðinn er að breytast, og hann er að breytast svona mikið, -9,8, og þetta verður -19,8. Hraðinn er að aukast niður á við, þannig að þetta verður alltaf stærri og stærri tala, eða það verður hann sé minni og minni tala, það verður alltaf mínus eitthvað stærri gildi. Þannig að þetta var B-liður. C-liður er þá úr hvað hæð á sjónvarpinu er kastað, og þá erum notað hérna delta S jöfnuna. Þá hafið þið allar upplýsingar fyrir það. Síðasta dæmið, það er aðeins meira trikki. Ok, bolta er kastað, endalaus boltar á sjónvarp, bolta er kastað upp, best að nótur það, bolta er kastað upp með upphafshraðanum 45 metrar á sekúndu, þetta er ágætis hraði. Gerðu ráð fyrir að boltinn fari frá yfirborði jarðar, bara til þess að geta þægilegt. Búið til gildistöflu sem sýnir hraða boltans fyrir fyrstu 10 sekúndurnar, og hér er nóg aðtúr hraða eftir 0, 2, 4, 6, 8, 10 sekúndur, þannig þau þurfi ekki að gera of marga punkta. Passu ykkur, hérna er sýnir hraðan. Það var líka svo að gera áðan, í dæminu hérna rétt á undan, það var hraðinn. Síðan að reikni eftir hversu langan tíma er boltinn kominn í hæstu stöðu. Þetta er eitthvað nýtt. Og hvernig gerir maður þetta? Eftir hversu langan tíma er boltinn kominn í hæstu stöðu. Maður sjá, við vitum að upphafshraðinn er 45 metrar á sekúndu. Og við vitum að hraðinn breytist svona. Við vitum að A er hérna fyrst -9,8. Og við vitum að hraði breytist svona. Ok. Og þegar boltinn er í hæstu stöðu, hver er þá hraðinn? Þau spáðu aðeins í þessu. Þú kastar bolta og leið og sleppur hann, þá er hann á einhverjum rosalegum hraða, 45 metrar á sekúndu, sem er bara fárlega mikið. Síðan gerist hvað? Það hægist á honum. Boltinn fer hærra og hærra upp, það hægist á honum, og þegar hann er komin í efstu stöðuna, alveg efst uppi, í efstu stöðu, þá get ég sagt að vaff er sama sem 0. Þá get ég tekið þessa nýja nöfnu og sett bara að vaff er 0. Þetta er hvað, 45, þetta er -9,8, og þá get ég reiknað út tíman. Þannig að þá fæ ég út eitthvað t sama sem eitthvað, og þá ertu komið með svarið. C-liður, hversu hátt kemst boltinn? Það er delta S jafnan. Hún skilar ykkur því svari. Og þá eruð þið komin með kafla 2. Til hamingju með það.